til þriðja dagskrárliðar sem umræða húsnæðismál ungs fólks og lóðaframboð í Reykjavík og þá tekur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir fyrst til máls. Forseti, borgarfulltrúar, nú ætlum við að ræða húsnæðismál ungs fólks og lóðaframboð í Reykjavík en við ræðum reglulega húsnæðismálin hér í borgarstjórn enda töluverð þörf á því. Í dag ætlum við eingöngu að einblína á húsnæðismál unga fólksins í borginni og lóðaframboði sem því er tengt. Það er þörf á lausnum fyrir ungt fólk í húsnæðismálum og þörfin hefur aldrei verið meiri. Það hefur sjaldan verið eins erfitt og nú fyrir ungt fólk að kaupa sér sína fyrstu íbúð. Húsnæðisverð hefur hækkað mikið, eftirspurn eftir leiguhúsnæði er langt umfram framboð og leiguverð er hátt sem gerir ungu fólki erfitt fyrir að leggja til hliðar og kaupa eign síðar. Samkeppni leiguna er meiri, meðal annars vegna ferðamannaleigu. Það eru auðvitað ekki einkamál borgarinnar og borgin ein getur ekki leyst húsnæðismál ungs fólks. Það eru auðvitað fleiri þættir sem að snúa því heldur eingöngu þáttur sveitarfélaganna eins og við öll vitum. Markaðurinn, hann er óvinveittur ungu fólki. Útborgun til þess að eiga fyrir útborgun íbúð að þá er það yfirleitt nú í kringum 6 milljónir sem þarf að greiða og þó svo að unga fólkið eigi 6 milljónir eða getur fengið 6 milljónir að gjöf frá einhverjum öðrum að þá hefur reynst erfitt fyrir ungt fólk að komast í gegnum greiðslumat. Því að ungt fólk sem er að koma til dæmis úr námi er það tekjulágt að það kemst ekki í gegnum greiðslumatið þó svo að foreldrar myndu leggja til útborgunargreiðsluna sem er auðvitað ekki eitthvað sem er sjálfsagt eða er hægt í öllum tilvikum eins og við bara vitum. Þannig að unga fólki í dag að það neyðist til þess að búa lengur heima eða það býr í ólöglegu húsnæði eða þá þeir sem að fara og verða að fara út á almenna leigumarkaðinn sem er dýrasti kosturinn af þessu öllu og leiguverð í dag er mjög hátt og miklu hærra heldur en það hefur verið undanfarin ár. Í efnahagsyfirliti VR sem var gert núna í apríl er fjallað fyrstu íbúðakaupin og er niðurstaðan sú að það er umtalsvert erfiðara eignast fyrstu fasteign í dag en það var fyrir 15-20 árum og er í rauninni eina tilviki sem var erfiðara var á bóluárunum. Það er bent á það í efnahagsyfirliti VR að fasteignaverð hefur hækkað langt umfram útborguð heildarlaun fólks á aldrinum 25-34 ára. Þá hefur leiga einnig hækkað langt umfram laun sem gerir ungu fólki mun erfiðara fyrir að leggja til hliðar fyrir fyrstu fasteign. Og að lokum er aðgengi að lánsfé fyrir ungt fólk með litlar eignir og sérstaklega fólk sem er nýkomið úr námi ekki betra nú en áður. Það sem spilar inn í eins og ég nefndi áðan er greiðslumatið, það sem er mjög erfitt fyrir ungt fólk að komast í gegnum, eða tekjulágt fólk að komast í gegnum greiðslumatið og þetta fólk þarf oft á sama tíma að fara út á almenna leigumarkaðinn sem það er að borga hærri leigu og almenna leigumarkaðnum heldur en fólk væri að borga miðað við þá ódýrari gerðir á húsnæði ef væri að ræða 100% lán, auk kostnaðar við fasteignagjöld og tryggingar af slíku húsnæði. Þetta er bara staðreynd. Við sjáum það líka á fasteignaauglýsingum að þessar íbúðir sem hafa verið í byggingu undanfarið sem eru komnar núna á sölu, það eru reyndar ekki margar, þetta eru örfá hús sem eru komin á sölu af þessum nýbyggingum, að verðið er mjög hátt. Og
55 fermetra íbúðir, það er verið að selja þær á svona 35 milljónir. 80 fermetra íbúðir, 45 milljónir og hærra. Þannig að þetta er auðvitað eitthvað sem að unga fólkið sem er nýkomið úr námi eða að flytja heiman hefur auðvitað ekki ráð á. Og ef maður skoðar fasteignaauglýsingarnar, hvað er í rauninni í boði fyrir þennan hóp, að þá er bara ekkert mikið í boði. Fasteignaverð er hátt, það er bara staðreynd. Það hefur oft verið rætt það og kannanir gerðar að unga fólki vill búa í miðbænum, en það er auðvitað dýrasta fasteignaverðið og litlar líkur á því að svona almennt að ungt fólk hafi ráð á þeim eignum, hvort sem það eru í eldra húsnæði eða í þessum nýbyggingum sem að hefur byrjað að selja íbúðir í. Ef við rifjum aðeins upp það sem að fram kemur í húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar frá árinu 2011, að þá segir með leyfi forseta: Stefna Reykjavíkurborgar er að allir borgarbúar hafi öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem fólk þarfnast stuðnings með sín húsnæðismál eða ekki. Húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar nær þannig utan húsnæðisþarfir allra borgarbúa, óháð eignaformi, stærð og gæðum húsnæðis. Borgarbúar þurfa að geta eignast og eða leigt húsnæði eftir þörfum hverju sinni. Fjölbreytt framboð þarf að vera í boði í hverju hverfi. Tilvitnun lýkur. Og það kemur fram að eitt af þessum atriðum til þess að ná þessu markmiði segir með leyfi forseta að Reykjavíkurbúar stuðla húsnæðisframboði í samræmi þarfir hverju sinni. Á næstu árum þurfi að auka framboð af smærri íbúðum burtséð frá eignaformi til að auka val og möguleika ungs fólks og þeirra sem ekki vilja eða geta lagt mikið eigið fé í húsnæði. Tilvitnun lýkur. Við vitum það auðvitað að þetta hefur ekki gengið eftir. Nú er komið árið 2016 og húsnæðisstefnan var gerð árinu 2011. Það er búið að setja inn í aðalskipulag Reykjavíkur að ákveðin fjöldi í nýbyggingum eigi að vera leiguhúsnæði og búseturéttaríbúðir, en það er bara ekkert að gerast ennþá. Það mun verða þannig á næstu árum, en það hefur ekki verið þannig. Það er til dæmis gert ráð fyrir því í samningunum varðandi húsnæðisuppbygginguna í Vogabyggð, en það er ekkert tryggt að það verði þá endilega húsnæði sem að verður á viðráðanlegu verði þó svo að það séu leiguíbúðir eða búseturéttaríbúðir. Það vantar þetta húsnæði á markaðinn. Borgin hefur ekki staðið sig í því að hafa fjölbreytt lóðaframboð. Aðalskipulag Reykjavíkur byggist á þéttingu byggðar og eins og við vitum að þá eru flestar þær lóðir sem verið er að byggja á í höndum annarra aðila heldur en Reykjavíkurborgar, það er að segja fasteignafélaga sem hafa haft þessar lóðir með höndum lengi, og eins og sjá má á fasteignaauglýsingum þá er ekki verið að byggja húsnæði sem er endilega í þeim flokki sem að unga fólki þarfnast í borginni. Borgin hefur heldur ekki úthlutað fjölbýlishúsalóðum lengi og á árinu 2015 úthlutaði borgin engri fjölbýlishúsalóð með fleiri heldur en 5 íbúðum. Á síðasta ári var úthlutað samtals 45 lóðum fyrir samtals 97 íbúðir og það var aðallega að ræða einbýli, parhús og raðhús í Úlfarsárdalnum og við Reynisvatnsás. Þetta er ekki beint lóðir sem að unga fólkið myndi kaupa sér húsnæði. Það eru auðvitað markaðurinn líka allt öðruvísi í dag. Fyrir mörgum árum síðan að þá gat fólk byggt sjálft, reglurnar voru öðruvísi, það var einfaldara og meira lóðaframboð. Við höfum slíkt ekki í dag, þar sem unga fólki getur keypt ódýra lóðir, þar sem það getur verið að byggja sjálft hús og tekið sinn tíma í það. Regluverkið er orðið allt annað í dag heldur en það var áður. Á 5 ára tímabili hefur borgin einungis úthlutað lóðum fyrir 10 fjölbýlishús með fleiri heldur en 5 íbúðir. Það er mjög lítið.
Það stendur hins vegar til að úthluta núna á þessu misseri og næstu misserum eins og við þekkjum lóðir fyrir samtals 1200 íbúðir, en það er búið að eyrnamerkja flestar þessara lóðum ákveðnum félögum eins og til dæmis öldruðum, Félagsstofnun stúdenta og síðan Búseta og ASÍ. Þannig að þetta eru ákveðnir hópar, en almenni svona ungi námsmaður sem kemur á háskólanum, að það því miður ekkert verið að gera fyrir hann. Og þá er eiginlega spurningin, hvað er það sem að borgin getur raunverulega gert? Það er búið að setja þetta ákvæði inn í aðalskipulagið. Það er raun ekki orðið að veruleika ennþá. Þetta er mjög mikill uppsafnaður vandi og við vitum það að auk þess að þá vantar auðvitað töluvert af félagslegum leiguíbúðum og það vantar 1000 stúdentaíbúðir, þó svo sem búið sé að finna næstum því lóðirnar fyrir það, að þá er ekki komið að þessari byggingu. En ef við hugsum eingöngu þennan hóp af ungu fólki sem er að fara út á markaðinn, það er búið að endurskoða byggingarreglugerð þar sem nú á að vera hægt að byggja íbúð 20 fermetra með einu herbergi. Það er búið að reyna að finna það leiðir í byggingarreglugerðinni til þess að lækka byggingarkostnað, en lóðaverð fyrir utan og lóðaframboð er ekki mikið hjá borginni, að þá er auðvitað lóðaverð hátt vegna þess að í lóðaverðinu er bæði gatnagerðargjald og svokallað byggingarréttargjald sem var sett á fyrir sirka 15 árum síðan. Og Kópavogsbær hefur bent á það á húsnæðisráðstefnunni sem var í janúar eða febrúar, hún hefur verið í febrúar, að það kæmi vel til greina að þeir myndu í rauninni ekki innheimta byggingarréttargjald af lóðum þegar fyrstu íbúð væri að ræða. Væntanlega mun byggingarréttargjald ekki vera innheimt af stórum hluta þessara lóða sem borgin mun úthluta af þessu 1200 íbúðum, ekki nema þá í formi þá stofnframlags borgarinnar sem á að vera þessi 12% samkvæmt lögunum almennar félagsíbúðir sem samþykktar voru, lögin sem samþykkt eða frumvarpið var samþykkt í dag á Alþingi. Þannig að spurningin þessi almenni hópur, einhverjar lóðir sem hægt að bjóða félögum sem ætla að fara að byggja fyrir þennan hóp? Ég hef oft bent á það, meðal annars á þessu ræðupúlti, að ég tel í rauninni að almenni leigumarkaðurinn sé ekki lausnin fyrir unga fólkið. Ég tel í rauninni að húsnæðissamvinnufélög eða félög sem eru rekin án hagnaðarsjónarmiða sem að hafa bæði búseturéttaríbúðir og leiguíbúðir gætu hentað þessum hópi. Annars vegar fyrir þann hluta sem að getur greitt búseturéttargjaldið og hins vegar þá þeir sem að leigja hjá slíku félagi þar sem leigan væri lægri heldur en almenna leigumarkaðnum, þannig að þessum hópi gæfist kostur á að safna sér eigið fé til þess að greiða útborgun eftir einhver ár til þess að geta keypt sér sína fasteign. Við vitum það öll að ástæðan, kannski megin ástæðan fyrir séreignarstefnunni sem hefur verið ríkjandi hér á Íslandi síðustu áratugi hefur verið sú að fólk hefur gengið út frá því að vera búið að borga af lánunum það leyti þegar fólk fer á eftirlaun. Þannig að fólk getur þá jafnvel selt húsnæði og farið ódýrara og átt þarna eitthvað lífeyri. Mér hugnast ekki almenni leigumarkaðurinn þar sem að eins og staðan í dag að þetta dýrt, þetta í rauninni dýrasti kosturinn að fara út almenna leigumarkaðinn. Það getur vel verið okkur takist á einhverjum árum að byggja upp leigumarkað sem að yrði kannski meira jafnvægi í leigunni, en það mun taka langan tíma og við verðum að finna einhverjar leiðir hvernig við ætlum að koma til móts við þennan hóp ungs fólks. Og eins og ég sagði í upphafi ræðu minnar, þá þetta auðvitað ekki einkamál Reykjavíkurborgar. Reykjavíkurborg getur ekki ein og sér fundið lausnina. Reykjavíkurborg getur í rauninni hefur vald yfir því að úthluta lóðum, ákveða gjaldið,
hvort að byggingarréttargjaldið falli niður, fundi leiðir til þess að getur úthlutað lóðum til aðila sem að fara að byggja slíkar íbúðir. Og svo í rauninni það nýjasta sem hefur verið talað það þessi umræða strax í skjól, sem húsnæðislaust fyrir ungt fólk sem að kaupa sína fyrstu íbúð, sem felst í því að fyrirframgreiddur skyldulífeyrir notaður sem eigið útborgunar í fyrstu íbúð. Og þetta hefur Hallgrímur Óskarsson, þetta hefur verið í blöðunum undanfarið, verið að kynna til dæmis fyrir lífeyrissjóðum og alþingismönnum. Og ég held í rauninni mín skoðun að einhverjar slíkar útfærslur gætu verið það sem að væri jafnvel lausnin og leiðin að auðvelda ungu fólki að kaupa sér sína fyrstu íbúð. Þannig ég held að við ættum að vera opin fyrir þessu, því að við erum ju öll í einhverjum stjórnmálaflokkum, þannig að við getum nú rætt þessi mál og sagt okkar skoðanir þar innan veggja. Auk þess sem að borgin getur auðvitað sagt sitt varðandi lífeyrissjóðsmálin. En ég held í rauninni að ef við bara erum heiðarleg og horfum í rauninni á þessa fallegu yfirlýsingu sem í húsnæðisstefnunni sem var sett á árinu 2011, þá hefur hún ekki gengið upp og það eru liðin 5 ár. Eflaust mun þetta einhvern tímann ganga upp þar sem að það segir, en það hefur ekki gerst ennþá. Og þá spurningin, hvernig getum við, Reykjavíkurborg, komið til móts við það unga fólk sem býr í borginni og vill búa í borginni með húsnæði. Eitt atriði auðvitað að drífa í að úthluta lóðum til stúdenta. Það að drífa í því að fjölga félagslegum leiguíbúðum til þess að það verði hreyfing á markaðnum. En við sjáum það líka ef við skoðum fasteignaauglýsingablaðana þessa dagana, að íbúðaverð bara hækkar og hækkar og hækkar með hverju vikunni. Það bara alveg svakalegt sem það hækkar. Og unga fólkið hefur því miður ekki ráð á þessu. Og það alveg sama hvernig lausnirnar sem að unga fólkið að því að almenni leigumarkaðurinn það dýr að leiguverði fyrir utan hvað samkeppnin svakalega mikil og erfitt að komast að kannski 3-4 manna fjölskylda að borga 220 til 240-50.000 á mánuði á almenna leigumarkaðnum. Þessi fjölskylda hún kemst ekki í gegnum greiðslumat því að það aldrei nokkuð tíma litið svo að hún geti borgað þetta af húsnæði í eigin eigu á mánuði. En ásamt að geta greitt húsnæði í leigu á þessum kjörum. Þannig að ég vonast eftir að það líka spurning hvort að við ættum að því að ég hef reyndar bent á það áður hvort það væri ekki tilefni til þess að endurskoða húsnæðisstefnuna 2011 eða jafnvel við ættum að setja á stofn einhvern stýrihóp sem að sérstaklega skoðar í rauninni húsnæðismál unga fólksins í Reykjavík, hvað það sem að við getum í rauninni gert, hvaða hugmyndir við höfum. Og við lögðum það fram tillögu í borgarráði í ágúst í fyrra að það yrði endurskoðað skipulag Úlfarsárdals meðal annars með það í huga að fjölga íbúðum fyrir þennan hóp, það að segja unga fólkið, að þar væri hægt að koma búseturéttar íbúðum. Þannig ég held í rauninni að við ættum að leggja eins höfuðið í bleyti og finna leiðir og hvað það raunverulega sem að við getum gert hér í borginni. Þá borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú þakka frumvarpanda fyrir að vekja máls á húsnæðismálum ungs fólks
sem eru auðvitað snar þáttur og lykilþáttur í húsnæðisstefnu borgarinnar. Það verður raun niðurstaðan þar að sá hópur sem væri í brýnustu þörfinni væri ungt fólk og fjölskyldur og þess vegna þyrfti að huga að þeim þörfum. Húsnæðisáætlun borgarinnar snýr ekki hvað síst að því sem að borgin hefur á valdi sínu, þar að segja skipulagsmálin og þetta húsnæðisbæturnar sem eru beitt stuðningu við fólk sem er á leigumarkaði. Ríkið er hins vegar með fjármögnun húsnæðiskerfisins á sinni könnu og vaxtabætur og raunar líka ýmsar svona áhættuvarnir fjármálastofnana, af því að hér var mikið farið við það hvað stæði fólki fyrir þrifum í því að fjármagna fyrstu kaup og svo framvegis. Það var ekki síst áhættuvarnir fjármálastofnana sem voru endurskoðaðar eftir hrunið, ekki bara á Íslandi heldur alþjóðlega, og síðan þrengdar enn frekar í neytendalöggjöf sem að gera fólki í raun býsna erfitt fyrir með við það sem áður var og við að fjármagna fyrstu kaup. Það þarf að eiga töluvert eigið fé til þess að ná utan það og þess vegna var það engin tilviljun þessi áhersla húsnæðisstefnu borgarinnar á þá sem ættu annaðhvort lítið eigið fé eða hefðu ekki áhuga á því að setja það í húsnæði, að þessum hópi vildum við sinna. Og það hefur verið gert fyrstulega gegnum skipulag og þegar við förum yfir svæði með samþykktu skipulagi þar sem að deiliskipulag liggur fyrir eða uppbygging er hafin, og þá er þetta skipulag á 30 reitum, þetta er 4.500 íbúðir. Það er rúmlega 1.500 sem eru komnar í byggingu, 3.000 liggja fyrir í samþykktu deiliskipulagi. Það eru aðrar 4.700 í skipulagsferli á 25 reitum, sumir þeirra eru reyndar töluvert stórir og inn í þessu eru þá reitir sem að eru hugsaðir fyrir 1000 íbúðarnar inn í ASÍ-samkomulagið en varðandi lóðir sem eru sérstaklega fyrir ungt fólk þá eru það til fyrsta lagi stúdentaíbúðarnar sem að eru reitir inn á háskólasvæðunum, annars vegar inn á svæði Háskóla Íslands fyrir 300 íbúðir þar á Vístagarðareit og hjá Gamlagarði 100 íbúðir sem að rísa í Ásholtinu og síðan eru stúdentaíbúðir á Kennaraháskólareitnum sem í auglýsingu. Það eru 100 íbúðir líka. Það eru 350 stúdentaíbúðir á svæði HR sem að liggja líka fyrir í samþykktu skipulagi og skiptir máli að það fari að komast í uppbyggingu. ASÍ-samkomulagið sem hér var nefnt 1000 íbúðir, að það eru leiguíbúðir fyrir fólk með millitekjur eða lægri tekjur og getur svo sannarlega nýst ungu fólki. Það er ekki gerð og ekki hægt gerð svo krafa að fólk sé í einhverju tilteknu stéttarfélagi eða í ASÍ yfir höfuð. Þetta er í raun fyrst og fremst leið til þess að mæta þörfum í vissum hluta húsnæðismarkaðarins sem við getum sagt þeir sem eiga bæði erfitt með að fóta sig á leigumarkaði og kaupendamarkaði geta þarna fundið skjól. Það er að segja þeir sem ekki eru gjaldgengir í félagslegar íbúðir sveitarfélagsins. Við ætlum líka að fjölga þeim og síðan viljum við vinna því með búseta að fjölga búseturéttar íbúðum en litlar og minni íbúðir hafa verið sérstak áhersla í skipulagi og endurskipulagi mjög margar reita og þar gætu breytingar sem hafa orðið á byggingarreglugerð meðal annars eftir þrýsting frá Reykjavíkurborg, sveitarfélögum, hjálpað. Þær eru nú orðnar að veruleika en einn áfanginn í því. Þegar hins vegar kemur að íbúðaverði
að þá getur þetta lóðaframboð skipt máli, að það sé ekki skortur á lóðum, en þó held ég að allir greinendur séu sammála að þar eru aðrir þættir sem eru ráðandi þegar við sjáum þennan mikla þrýsting á fasteignamarkaði. Í fyrsta lagi var hér fasteignalán færð niður 80 milljarðar sem hefur auðvitað haft gríðarlega mikil áhrif á verðmyndun á fasteignamarkaði. Fasteignaverð fylgir líka kaupmætti og stórir kjarasamningar hafa leitt til þrýstings á fasteignamarkaði. Hækkandi bensínverð hefur líka aukið þrýsting á verði vel staðsettra íbúða þar sem auðvitað að ganga til vinnu eða nota almenningssamgöngur, því að í heimilisbókhaldinu á flestum að þá þetta húsnæðiskostnaður og samgöngukostnaður lagður saman sem lykilstærðin en ekki bara húsnæðisverðið eitt og sér. Borgin hefur unnið ötullega að þessum skipulagsmálum og komið þessum reitum áfram. Það hefur verið aðeins hik á aðilum vegna óvissu fjármögnunina og því hvernig húsnæðismála frumvörpum muni í fyrsta lagi hvort þau hefðu komið fram, það var nú lengi beðið eftir því 2 ár, og síðan hvort að þau myndi lifa af þinglega meðferð sem virðist nú allt stefna í. Þannig að búsetafrumvarpið eða húsnæðissamvinnufélagafrumvarpið komið í gegn. Það var verið að samþykkja síðast í dag eftir aðra umræðu frumvarpið almennar íbúðir og þá fyrst og fremst eftir frumvarpið húsnæðisbætur. Hugsunin í því einstaklingsbundinn stuðningur sem fer eftir efnum og í raun að stuðningurinn við þá sem leigja og þá sem eiga eða kaupa verði sambærilegri. Það hægt að rekja einstaka reiti og skipulagsmáli. Við höfum gert það stundum áður í þessari umræðu, en ég ætla að láta við þetta sitja að sinni. Ég held að við þurfum að halda vök okkar í húsnæðismálunum og mjög sjálfsagt að taka upp á vettvangi borgarinnar sérstaka umfjöllun málefni ungs fólks og greina það frekar núna þegar þessi frumvörp liggja fyrir, hvað vantar þá upp á og hnykkja því sem að borginni lítur í kjölfarið. Þá borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur og síðastur á mælendaskrá. Já, frú forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ætla nú að byrja því að þakka borgarfulltrúanum Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur að vekja enn og aftur máls á þessum gríðarlega mikilvæga málaflokki og ég held reyndar að hennar flokkur, eða allavega hluti á hennar flokki, Framsóknarhlutinn, og við sem erum í meirihlutanum eigum margt sameiginlegt hvað þetta varðar. Ég myndi kalla það þá hugmynd að byggja hér upp með blönduðum aðferðum og þá á ég við að ef við litið til pólitíkurinnar að þá tilhneigingin sú að þeir sem eru langt til hægri eða kannski ekki svo ægilega langt til hægri, þeir sem eru til hægri trúa því að markaðurinn leysi eiginlega öll mál og þeir sem eru þá til vinstri hafa trúa því að það opinbera eigi að hafa sem mest að segja til að mynda uppbyggingu húsnæðis. Og leiðin sem að þessi borgarstjórnarmeirihluti hefur valið blönduð leið. Að markaðurinn verður auðvitað áfram megin drifkraftur í uppbyggingunni en hið opinbera hlutverkins opinbera líka mjög mikilvægt og þess vegna þetta alveg sérstakt fagnaðarefni. Þessi frumvörp sem að hafa legið fyrir þinginu og eru að koma til samþykktar og
og ég segi það að húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir sem í Framsóknarflokknum á mikið lof skilið fyrir þá miklu elju sem að hún hefur lagt í þetta verkefni og hún hefur líka margoft lýst því hvernig hún sjálf hefur kynnst því að vera á leigumarkaðnum og hversu erfitt það er. Þannig að minnst hún vera svona mjög trúverðugur talsmaður þessara stefnu. Og svo það Sigríður Ingibjörg Ingadóttir í Samfylkingunni sem formaður velferðarnefndar sem hefur líka unnið gríðarlega mikilvægt starf. Þannig að ég held að þessar tvær konur hafi séu það bil að koma í gagnið og gera veruleika gríðarlega mikilvægar umbætur fyrir okkar samfélag og því bara að fagna. Af því að borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir kom inn á hinn almenna leigumarkað, þá það alveg rétt að ástandið í dag þannig að það óhagstætt að leigja, en mér finnst að við getum ekki gefið okkur það að við því sé ekkert að gera, og ég ekki að halda því fram að borgarfulltrúinn haldi því fram, en mér finnst aðeins liggja í orðum borgarfulltrúans að þetta væri nánast óvinnandi vegur. Ég held einmitt að verkefnið sé það að byggja upp öflugan leigumarkað sem valkost. Það er mjög mikilvægt að hafa það í huga því að það verður kannski meirihluti borgarbúa sem að kýs séreignarstefnuna, en valkosturinn verður að vera tiltölulega hagstæður, að minnsta kosti jafn hagstæður og séreignarstefnan. Og ég held að við getum ekki sagt sem svo að þetta muni gerast einhvern tíma seinna. Við verðum að byrja strax í dag og við byrjum raunar strax fyrir 3-4 árum. Og það alveg hægt að taka undir þau orð að þetta verður kannski gengið dálítið hægar en margir vonuðust eftir, fyrir því eru margar ástæður. Það hún ekki nema kannski 3 ár síðan að það í rauninni borgaði sig að byggja. Því að kostnaðurinn við uppbygginguna eða byggingu á húsum var meiri en sem nam markaðsverði byggingana. Þannig að það ekki langt tímabil sem að þetta hefur raun og veru borgað sig. Ég vil líka meina að markmiðsetning borgarinnar, þessi markmið sem borgin hefur haldið stíft fram í öllum skipulagsmálum, öllum útlutunum, til að mynda í Vogahverfi og Kirkjusandi og Rúfreit, á Vesturbugt og miklu víðar, sem að kveða á það að það eigi að vera af því húsnæðismagni sem byggt, eigi leiguhúsnæði að vera 25%, sem nú allnokkuð, og hvort sem að það þá leiguhúsnæði á almennum markaði eða á formi búseturéttar húsnæðis. Og þar ekki eiga félagsbústaðir að hafa forkaupsrétt á 5% húsnæðisins, ef ég man rétt. Og ég held að þetta sé alveg ofboðslega mikilvægt skref og í rauninni ofboðslega róttækt skref, og maður hefur oft skynjað það í umræðum hér í þessum sal að það eru skiptar skoðanir það hvort að borgin eða hvort þau opinbera eigi að vera með svona mikið inngrip inn í þennan markað, og það alltaf lagi að hafa skiptar skoðanir á því. En ég segi bara sem betur fer fyrir allavega láglaunafólk í borginni að þá það þessi stefna sem ríkjandi. Og svo ég endurtaki það að þá held ég að flokkarnir í meirihlutunum og Framsóknarflokkurinn eigi að mörgu leyti samleið hvað þetta varðar. Við getum kallað það svona, það svona þessi blandaða stefna sem svona frekar nálægt miðjunni í pólitík, og hún hefur verið farsæl, hún líka einhverju leyti svona varkár, af því að við þekkjum það alveg frá því í hruninu og árunum fyrir hrun að markaðsöflin geta verið algjörlega blind. Þau skildu jú þannig við að hér var búið að byggja allt of mikið, og ég held að nánast öll fyrirtækin sem voru í uppbyggingabransunum fóru á hausinn. Þannig að það leksía til að læra af.
eftir að þessi frumvörp hafa verið samþykkt á þingi, ég veit að það er ekki búið að samþykkja þau alveg öll, en eftir að það hefur þá gerst, ég vona að það verði, og með styrk þessara stefnu, húsnæðisstefnu borgarinnar, þá held ég, og líka þessar tölur sem að borgarstjóri var að nefna sem sagt það húsnæði sem að þegar búið að deiliskipulega og það húsnæði sem núna í deiliskipulagsvinnslu, þá ég bara nokkuð bjartsýnn á að við náum þessum markmiðum sem að borgarfulltrúinn var að lýsa eftir. En það alveg bara mjög mikilvægt að halda okkur á tánum og við þurfum að ræða þetta sem oftast í þessum sal. Borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu. Þá veitir andsvar borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti borgarfulltrúar, borgarfulltrúi Hjálmar sagði hér áðan að ég teldi að það væri óvinnandi vegur að fjölga hér almenn leigubúðum. Hann reyndar ekki alveg rétt. Ég var að meina, það sem ég var að segja var það að það verður kannski einhvern tíma seinna sem að almenni leiguíbúðir verða valkostur, en í dag staðan bara sú, búin að vera það núna undanfarið og verður það á næstunni vegna þess að það lítið framboð almenni leiguíbúðum, að það dýrasti kosturinn fyrir fólk að vera á almenna leigumarkaðnum. Og það kom fram í ágúst í fyrra að mati hagfræðideildar Landsbankans að leiguverð þyrfti að lækka að minnsta kosti þriðjung til þess að það vera hagstæðara að leigja en kaupa í Reykjavík. Og miðað við hvernig leiguverðið í dag og lítið af íbúðunum sem verið að byggja fer í rauninni í leigu, heldur fer mikið af þessu túristaleigu eins og við bara vitum. Og það hafa verið umfjallanir í fjölmiðlum það að 2/3 hlutar af því sem hefur verið byggt nýlega í miðbænum hafi farið í útleigu en ekki til búsetu, sem ég veit í sjálfu sér að þetta bara frétt sem var sögð í blöðunum, eða í fjölmiðlum, hvort það rétt eða ekki. En auðvitað á að bjóða upp á alla valkosti, þá að bjóða upp á séreigna, þá að bjóða upp á almennt, þá að bjóða upp á búseturéttar fyrirkomulag og svo framvegis. En það sem ég þreytist aldrei að tala það sem ég tel að sé mikil og ein mesta þörf á þess konar húsnæði í dag, að það húsnæði í eigu félaga sem eru rekin án hagnaðarsjónarmiða, bæði búseturéttar íbúðir og leiguíbúðir, því þetta eini valmöguleikinn fyrir stóran hluta fólks, eins og til dæmis ungt fólk sem á ekki eigið fé, sem að gæti þá leigt hjá slíku félagi, meðan að það að safna sér. Nú eða þá kosið það að vera aldur og ævi hjá slíku félagi, en til þess að það sé mögulegt að þá verður borgin auðvitað að geta úthluta lóðum fyrir slík félög, en til stendur að úthluta búsetu, en eins og við vitum að þá félagsmenn í búsetu og það erfitt fyrir nýja að komast þar inn. Borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið að veita andsvar. Þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Mér finnst alltaf merkileg umræðan þessi húsnæðismál hérna í þessum sal. Og einhvern veginn í kosningabaráttunni fyrir 2 árum, þá héldum við, ég var bara meðan umræðan var hérna, var ég að skoða svona gamla greinar sem voru skrifaðar í kosningabaráttunni. Við héldum, og það var þannig sett fram, að borgin ætlaði að fara að byggja 2500 til 3000 leiguíbúðir. Við heldum að þetta gera stóra átak í þeim málum. En hver reyndin? Ekkert. Það er ekki búið að gera nokkuð skapaðan hlut. Ekkert. Það búið að bæta við einhverjum 40, 50, 60 íbúðum hjá félagsbústöðum. Það eina. Svo bara, ég fór hérna yfir þetta ágætu borgarfulltrúar, að þegar að samkomulag
þessara 4 flokka er kynnt í Elliðaárdal og þá er sérstaklega tekið fram í fréttatilkynningu á meðal helstu stefnumála nýs meirihluta Reykjavík er uppbygging 2500 til 3000 nýrra íbúða næstu 3 til 5 árum og stemt verður að því að húsnæðisstuðningur verður einstaklingsbundinn og taki mið af stöðu viðkomandi. Og svo tala húsalegu bætur og eitthvað svona sem er verið að vísa í rauninni náttúrulega til ríkisins með og kannski einhver hægt að lofa, bara vona að hálfu meirihlutans með það. En svo erum við náttúrulega bara að upplifa núna því ætluðu ekkert að gera þetta. Þeir voru bara að plata. Og einhver tókst að plata mig. Algjörlega, ég bara trúði þessu eins og nýja neti. Ég held í raun og veru að þið ætluðu að gera þetta. En þið ætluðu ekkert að gera þetta. Þið ætluðu bara svo að fara og telja hjá hverjum og einum byggingaraðila hvað hann væri að byggja. Það var ykkar kosningaloforð. Við ætlum að telja íbúðirnar hjá öðrum. Hversu, alltaf þegar ég fer að ræða þetta, þá á ég ekki orð yfir þessi, við þekkjum söguna Pótemkin, sem var það Katrín Mikla. Hún var að ferðast Rússland og hann vildi ekki að hún sæi alla fátæktina, þannig að hann lét reisa svona flott tjöld sem að sýndu annan veruleika heldur en var í Rússlandi á þeim tíma. Ekki víst ég fari alveg rétt með sögustaðreyndir, en Pótemkin tjöldin eru tjöld sem að breiða yfir raunveruleikann. Þið fengu Pótemkin tjöldin ykkar að láni með þessu, frá verktökum út í bæ. Þið eru ekki að standa við nokkuð skapaðan hlutaði sem þið lofið í kosningabaráttunni, ekkert. Og samt allir að halda áfram að plata fólk. Það er ekki nokkuð skapaðan hlutur að gerast hjá ykkur í húsnæðismálum. Ekkert. Og maður vitnar svo í til dæmis Vinstri græn að þar er efst á málefnaskrá listans að bjóða upp á gjaldfrjálst þetta, gjaldfrjálst hitt og þetta, leikskóla, skóla, frístundavistun, ég veit ekki hvað og hvað. Staðan þar er nú svo að börn í leikskólum fá nú ekki einu sinni almennilegt að borða. Það var nú einhver leikskólastjóri að tjá sig það í fjölmiðlum daginn að það væri nú ekki einu sinni til peningar til þess að næra börnin. Ég held að væri nú þá nær að fara aðeins frá þessu gjaldfrelsi og leyfa foreldrum að borga, en það var nú kannski ekki hluti af þessari húsnæðisumræðu. En Vinstri græn eru líka að lofa þarna 2500 íbúðum að leysa húsnæðisvandann í borginni, að byggja leigu- og búseturéttar íbúðir. Þannig að þið lofuðu þessu. Af hverju sögðu okkur ekki að þið ætluðu bara að telja íbúðir hjá öðrum? Hvers konar kosningalofar er þetta? Það verður mjög auðvelt fyrir okkur ef við komumst upp með svona kosningalofu næst. Þá bara lofum við einhverju svona bara og svo bara tekkum við á hvort að verktakarnir eru ekki klárið með sitt. En eitt eru þið ekki að gera sem þið ættu að vera að gera og við höfum alltaf verið að tala um. Það er það að þið eru ekki að skapa neina lóðir. Það má ekki stækka hverfi í Úlfarsárdalnum. Það má bara vera á þéttingarreitum sem er bara hið besta mál í sjálfu sér. En það má ekki bæta við lóðum í Úlfarsárdalnum. Það má ekki koma með ódýrari lóðir sem að ungt fólk gæti hugsanlega verið að byggja gegnum einhver félög eða slíkt. Og þið segir borgarstjóri hefur sagt í viðtölum að lóðaverð hafi ekkert með húsnæðisverð að gera. En hvað þá með lóðaframboð? Það hlýtur að vera þannig að þegar ekkert lóðaframboð er, að þá þrýstist verðu upp smá saman. Við sjáum bara hvað er að gerast á húsnæðismarkaðnum núna. Hafið verið að skoða fasteignaauglýsingarnar. Sjáu hvað verðið er að hækka hratt. Það er meðal annars út af því að vantar lóðir, það er ekki verið að byggja nóg. Og þið, ágæti meirihluti, þið eru ekkert að byggja. Þið plötuðu okkur. Þið plötuðu kjósendur, þið ætluðu aldrei að byggja 2500 til 3000 leiguíbúðir. Það stóð ekki til af ykkar hálfu. En við bitum á agnið, kjósendur líka. Ég held að gerist ekki aftur. Þá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og þá er ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Óskar borgarstjóri eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans Halldórs Halldórssonar. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta var alveg dæmilaus ræða. Og ræðumanninum til mikillar lítillækkunar.
Það var enginn sem héldi fram í kosningabaráttunni 2014 nema Sjálfstæðisflokkurinn að borgin ætlaði að fara að byggja 2500 til 3000 leiguíbúðir. Í öllum viðtölum og öllum plöggum kom það skýrt fram, eins og í húsnæðisstefnunni sem að Sjálfstæðisflokkurinn samþykkti en hljóp svo frá, að leiðin hjá borginni væri að fara í samvinnu við öflug og gamalgróin byggingafélög, til dæmis byggingafélög námsmanna, til dæmis búseta og aðra, og það var kallað eftir því að verkalýðshreyfingin kæmi að málum til þess að búa til ný slík félög. Til þess að tryggja nauðsynlega fjölbreytni og heilbrigðan húsnæðismarkað. Og það er örvæntingafullur minnihluti í borgarstjórn sem í fyrsta lagi í aðdraganda kosninganna reyndi að búa til einhvern annan veruleika, svona í leiknum ég ætla að búa til sósíalista úr þér þannig að ég geti svona fylgt mínu liði á bak við mig, en að gera það ennþá 2 árum seinna þegar það er margbúið að rekja þetta og rekja þetta og það er nú ekki ófá viðtöl eða umræðuþættir í aðdraganda kosninga sem lýstu þessu bara býsna vel, að bjóða upp á þetta bull. Já, bara ekki til aukatekið orð. Og borgarstjóri lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Óskar borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir eftir að komast á mælendaskrá. Já, forseti, góða borgarfulltrúar. Já, þetta voru þó viðbrögð við ræðu minni, en ég segi það bara hér í fullri einlægni. Ég skildi þessi kosningalofur þannig að borgin ætlaði að gera þetta, þess vegna vorum við ekki að búa til neitt frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins, heldur vorum við bara að vara við því að þetta gengi auðvitað mjög langt, það er mjög dýrt að byggja þessar íbúðir. Það er nú einfaldlega bara þannig. Og ég er líka bara að benda á það að þið hafi ekki staðið við þessi kosningalofur. Það er ekkert hægt að tala sig frá því, ágæti borgarstjóri, ágæti borgarfulltrúar. Þetta var stærsta máli í kosningunum. Það er húsnæðisskortur í borginni. Það er eiginlega ekkert búið að bæta við íbúðum í félagsbústöðum. Það eru 2 ár liðin á kjörtímabilinu. Þið eru ekki að púla þetta. Þið eru ekki að standa við þetta kosningalofurð. En það eru einhverjir verktakar út í bæ að byggja mjög dýrar íbúðir á þéttingarsvæðum. En það er ekki að hjálpa unga fólkinu sem vantar húsnæði í borginni. Það var borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið að svara andsvara, veitir andsvaruðu sinni, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ekki bættist nú neitt þarna við. Kosningaloforðið var skýrt, við ætluðum að beita okkur fyrir því að 2500 til 3000 leigu- og búsetaréttar íbúðir myndi fara í gang á næstu 3 til 5 árum. Þetta var margendurtekið aftur og aftur og aftur. Og það er nákvæmlega þetta sem við erum að gera í samvinnu við öflug fyrirtæki eins og Félagsstofnun stúdenta, eins og Búseta og núna ASÍ. Og þetta þarf. Þetta er ekki allur húsnæðismarkaðurinn. Þegar þú ert að tala um einkaaðila sem er að byggja hér og þar, þá er það hinn hluti húsnæðismarkaðarins. Það er 60% af uppbyggingunni framundan er inn á þennan einkamarkað og 40% er þessi húsnæðisáætlun. Og við erum að vinna skipulagsmálin og húsnæðismálin frá báðum hliðum. Vegna þess að borgin er fjölbreytt, þarfirnar eru fjölbreyttar og þess vegna þarf að hafa þetta allt undir í húsnæðisstefnunni. Að sjálfsögðu. Ég hélt að á þessu stigi væri borgarfulltrúar konum með betri yfirsýn yfir þessi mál. En ef að tilgangurinn er bara sá að reyna að slá ryk í augu þeirra sem eru að reyna að fylgjast með að hlusta, að þá held ég að borgarfulltrúin verði meiri sem standa sér betur en þetta. Þegar það er margoft búið að fara yfir þetta hérna, það við legið fyrir alveg frá upphafi hvernig ætti að ná þeim árangri að gera húsnæðismarkaðinn heilbrigðari. Við höfum talað um að af þessum 2500 til 3000 þá ættu 500 að vera á vegum félagsbústaða sem er þá viðbót þar við eignasafnið, en hitt er í samvinnu við mjög marga. Og ekkert af því er nýtt. Þá er borgarstjóri lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá er andsvarinu lokið og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá.
Forseti, borgarfulltrúar. Mér langar nú að taka þátt í þessari umræðu fyrst hún varð svona hressilega snörp og rifja aðeins upp vegna þess að það sem að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hélt fram hérna áðan er nákvæmlega rétt. Það er nákvæmlega rétt og það er bara gaman að rifja það upp vegna þess að þetta var, sko, meirihlutinn Reykjavík er bara með masterspróf í að þyrla ryki í augun og kjósendum. Það verður ekkert annað sagt eftir það sem að gerst hefur síðastliðin 2 ár. Hvernig farið var í baráttuna með nákvæmlega loforðum sem fólk skildi á allt annan hátt en svo er verið að kynna jú, nóg er nú búið að kynna og tala á fundum, opnum fundum, þar sem verið er að fara yfir það sem einkaaðilar eru að gera í borginni. Það er eiginlega bara stórkostlega geggjað að fylgjast með þessu. Fólk eru auðvitað að átta sig á því núna að það var engin innistæða fyrir þessum loforðum, engin. En loforðin voru gerð og það er nú hægt að rifja upp alls kyns skrif meirihlutans frá þessum tíma, því til staðfestingar. Það bara kemur alveg skýrt fram að það eigi að fara að byggja upp almennan leigumarkað. Það eigi að fara að byggja upp almennan leigumarkað og ég get vísað til dæmis í grein borgarfulltrúa Magnús Más Guðmundssonar sem að situr nú hérna í salnum og bara það eigi að fara í þessar breytingar. Það er talað að borgin eigi að leggja fram lóðir og sem að er nú ekki að sjá að hafi verið mikið gert af. Það er ekki að sjá. Og það eigi að flokka upp staðnað kerfi einkaframtaksins og leita fjölbreyttari lausna. Hvernig skilur maður þetta öðruvísi en bara á þann veg sem við gerðum og fólk gerði og hélt í alvörunni að það ætti að fara að vinna þessu. Þar kemur líka fram í skrifunum að fólk ætti ekki verið að horfa í stundargróða, heldur að fara í raun og veru að byggja upp alveg nýtt kerfi. Það sem yrði unnið í samkomulagi með félögum eins og ASÍ, eins og auðvitað verið að einhvers staðar er allavega í pípunum eitthvað vonandi fréttir af því, 1000 íbúðir held ég að verið á afmælinu kynntar, en þetta er allt háð því að frumvarpin fari í gang og einhvern veginn engan veginn á, þetta er ekki mál Reykjavíkur, það er svo erfitt að vera að stæra sig af þessu. Þannig að mér langaði nú bara að styðja minn ágæta oddvita Halldór Halldórsson í því sem hann sagði, því það er bara nákvæmlega rétt. Þetta var bara alveg ofboðslega góð færni í að þyrla ryki í augunum fólki. Það var borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Frú forseti, ágæta borgarstjórn, ég án ekki planað að taka þátt í umræðum þennan lið hér en fyrst að mitt nafn var dregið hér inn í umræðuna þá vil ég bara árétta það sem þegar hefur fram komið í umræðunni er að loforðin voru mjög skýr og það að sjálfstæðismenn kjósi að túlka þau með þessum hætti svo hér er gert og var gert í aðdraganda kosninga verður algjörlega að verða þeir algjörlega eiga við sig sjálfa. Það lesa hér upp úr kosningastefnu Samfylkingarinnar með leyfi forseta við viljum stuðla að byggingu 2500 til 3000 leigu- og búseturéttar íbúðar á næstu 3 til 5 árum í góðu samstarfi við aðila eins og Félagsstofnun stúdenta, búseta, félagsbústað og einkaaðila. Þannig verður uppbyggingin hröð og örugg ef borgin býður til samstarfs við slíka aðila sem hafa áratuga reynslu á þessu sviði. Meginatriðið er að borgarbúar, ekki síst ungt fólk, eigi val fjölbreytt húsnæði á viðráðanlegu verði. Tilvitnun lýkur. Í samstarfssáttmálanum sem var minnst á hér áðan er svipað orðalag. Með leyfi forseta borgin beitir sér fyrir því að 2500 til 3000 leigu- og búsetaríbúðir fari í uppbyggingu í Reykjavík á næstu 3 til 5 árum. Uppbyggingin verði blanda alls konar íbúða, almenna stúdentíbúða, íbúða fyrir fjölskyldur og einstaklinga, íbúða fyrir fatlað fólk, heimilislausa og eldra fólk. Finnst það svolítið aumt að
að það eina sem það er að týna til er grein sem ég skrifa og þar sé lausnir fundin eða þar sé gabbið fundið. Bara eins og allar mínar greinar þá eru það mjög góðar. Að stokka upp staðnað húsnæðiskerfi. Það sem allt byggist á því, ég var takk til máls undir liðnum. Nei, þú baðst ansvar og ert í ansvari. Þú getur komið á mælendaskrá og óskar eftir því, en ansvar tíminn þinn búinn. Ég gerði Þá svona. greinarnar séu góðar. Forseti, ég bað orðið. Þá var það mín mistök. Þá hefur borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson lokið við það að veita ansvar. Þá er ansvörum lokið og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Við erum hér enn og aftur kannski að ræða þetta mál og ég held að það sé nú kannski ekki sanngjarnt að halda því fram að þessu við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins séum bara með einhverja þrjóskuröskun í þessu máli og kannski ósanngjarnt að vera einhvern veginn að ýja að því. Það er bara við komum hérna hvert á eftir öðru til þess að bregðast við því sem að við teljum bara vera rangfærslur og það er verið að brigsla okkur og Reykvíkingum, kjósendum og eiginlega bara öllum fyrir að vera einhverjir fífl bara að hafa ekki skilið það sem að þið núna eftir að koma og segja að hafa verið algjörlega kýrskýrt. Og það er bara einfallega þannig að þá sjálfsögðu komum við hingað upp og bregðumst við því þangað til að þau skilaboð eru bara móttekin. Og ég get tekið undir með borgarfulltrúa Magnúsi Má Guðmundsssyni, auðvitað er það aumt að koma og vísa í þá grein sem að hann skrifar. Ég held að við öll getum svona kannski haft samúð með því að í pólitískur amstríða sem er í mörg horn að líta þá kannski getur orðalag oft kannski ekki verið eins skýrt og það ætti að vera og svo framvegis. Ég held að allir hafi bæði samúð og skilning á því, en það er ekkert sá málflutningur sem verður að halda á lofti hér. Það er ekki það er ekkert verið að koma hérna og segja já ok, þarna kannski vorum við ekki alveg nógu skýr, nú skulum við útskýra það betur. Og fyrst að það er verið að halda því fram að þá þurfum við bara að fara yfir hvernig þetta var. Og þetta skiptir ofboðslega miklu máli. Þetta var sem sagt, nú er ég svo mikið að handa bendingum hérna í salnum að ég var algjörlega bara confused, ég ætla ekki að horfa á neitt ykkar, ég ætla bara að horfa hérna á blaðið. Þetta var sem sagt þannig að stærsti flokkurinn í borginni fór inn í sínu kosningabaráttu með í rauninni eina setningu sem kosningaloforð sem var 2.500 til 3.000 íbúðir. Og svo gerði Samfylkingin ofboðslega vel í því að hún sagði í rauninni ekkert auka tekið orð meir. Og við eins og gerist í kosningabaráttu vorum að reyna bæði að fá útskýringar eða einhvers konar upplýsingar og umræðu hvað í ósköpunum ætti þarna þýða. Og það er kannski alveg ágætt það sem Magnús Már Guðmundsson borgarfulltrúi las hérna upp áðan kosningaloforð flokksins, en hvað varð setninguna þarna að það væri fyrir þá tekjulægri? Það var í umræðan í margar vikur. Umræða leiguíbúðir í Reykjavík fyrir tekju minna fólk eða hvernig svo sem var orðað. Eru þið bara öll búin að gleyma því? Vill enginn núna kannast við það? Því að það var sölupunkturinn í ykkar kosningaloforði. Það var ekkert bara það verða hér byggðar íbúðir af verktökum á sínum forsendum og við ætlum ekki að standa í vegi fyrir þeim. Ef að þið komið núna eftir á að segja að það var rauninni kosningaloforð, við ætlum ekki að banna einkaaðilum að byggja íbúðir. Það er meiri háttar. Það er bara svona eins og við ætlum ekki að standi í vegi fyrir að strætó og keyri leið 11. Það er bara meiri háttar, bara virkilega fallegt af ykkur. Ég held að Reykvíkingar muni fagna þessu bara gríðarlega. Það var ekkert kosningaloforð ykkar. Það var að Reykvíkingar, að borgin myndi fá 2.500 leiguíbúðir sem borgin ætlaði að koma inn í þetta gegn markaðnum út af því að frjálshyggjan hefði ekki staðið sig eins og kemur fram í þessari grein Magnúsar Más Guðmundssonar borgarfulltrúa. Það var þannig. Og það var talað að þetta ætti að vera ódýrara og þess vegna eyddi til dæmis ég og fleiri aðilar bæði alls konar klukktími að skrifa greinar og ræða þá á ýmsum vettvangi hvernig borgin ætlaði að fara að því löglega. Og borgin gat það ekki. Og hún var búin að spyrja ESA hvernig borgin gæti niðurgreitt leigu.
og hún fekk nei. Og svo bara einhvern veginn þóttist enginn kannast við það og skildi bara ekkert í því og borgin var ekkert að senda þetta bréf. En allt þetta snerist að því að borgin ætlaði að koma inn á þennan markað og gera eitthvað. Og núna kannast bara enginn við það. Og það pínu aumt, fyrst að það orð var notað hér, af til dæmis háttvirtum borgarstjóra, að segja að það bara ekki nokkur maður skilið þetta svona heldur en sjálfstæðismenn. Skulum við grípa aðeins hérna oní, þar sem að fyrrverandi borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, háttvirtur Stefán Jón Hafstein, hann birti í kosningabaráttunni grein á Facebook þar sem sagði þessar húsnæðistillögur flokksins í kosningabaráttunni með leyfi forseta: það verður ekki auðvelt að fjármagna og reka 2503 leiguíbúðir. Hér eru svo mörg víti að varast að ekki hægt að telja upp en nauðsyn brýn. Manni sýnist óhjákvæmilegt að byggingarkostnaður verði meiri en leigutekjur standi undir. Það vandinn í hnotskurn. Einhver borgar það bil, en það frumkvæði og áræði sem Samfylkingin sýnir lofsvert. Þannig að það voru sjálfstæðismenn og Stefán Jón Hafstein sem að skildu, voru þau einu í Reykjavík sem skildu kosningaloforð Samfylkingarinnar á þann hátt að þarna ætlaði borgin að stíga inn í. Ég held að við ættum þá bara að kannski ætti borgarstjóri þá biðjast Stefán Jón Hafstein eða kannski bara kalla hann á fund og útskýra fyrir honum að hann var eini maðurinn í Reykjavík sem misskildi svona á sjálfstæðismönnum. Og þetta borgarstjóri veit betur. Og það svo aumt, þegar nú það nýja uppáhaldsorðið mitt, að 2 árum seinna, í staðinn fyrir að segja ok, við ætluðum okkur meira, við ætluðum okkur þetta, að vera ekki að segja, heyrðu, ok, sorry, en í staðinn ætlum við einhvern veginn að reyna að liðka fyrir skipulaginu eða eitthvað bla. Eða, já, tja, kannski að taka pínu af þeim ráðleggingum sem við erum að koma með og fjölga lóðum. Teppa á eftirspurninni. Mögulega að lækka, fasteignaskatta út í fasteignamatið að hækka. Koma með einhvers konar lausnir inn á húsnæðismarkaðinn til aðstoðar. Í staðinn fyrir einmitt eins og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson orðaði ágætlega, í staðinn fyrir að telja íbúðir og segja að það hafi verið kosningaloforð. Það var það ekki. Þannig að annaðhvort voru þið bara vísvitandi að ljúga allan tíman og gerði það vel og voru þarna að þyrla upp ryki gagnvart kjósendum, eða þetta mistókst hjá okkur. Og þá var ég bara heiðarlegra að viðurkenna það. Það annaðhvort eða. Það ekki þannig að bara stór hluti Reykjavíkinga voru bara svona rosalega vitlausir að skilja allt það sem þið voruð að í að, og ég get alveg nefnt dæmi, ég get alveg lesið upp úr grein Magnús Más Guðmundssonar, ég get líka alveg sleppt því, ég hef gert það hérna áður, og Stefán Jón Hafstein og alla umræðuna leiguíbúðir fyrir tekjuminna fólk, en samt ekki þá sem eru undir viðmiðunarmörkum að fá félagslega íbúðina, heldur líka venjulega fólki sem að þarf bara aukna aðstoð og Reykjavíkurborg ætlar að aðstoða og núna bara kannast enginn við neitt. Annaðhvort voru það að ljúga allan tíma eða þið lofið upp í ermina okkur og getið ekki staðið. Það annaðhvort eða. Og það bara heiðarlegra að viðurkenna það. Takk. Þá var borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarstjóri óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, þessi umræða verður nú undarlegri og undarlegri. Þegar borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson kemur hér upp og les upp úr stefnuskrá Samfylkingarinnar og málefnasáttmála meirihlutans, þá mætir borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir og les upp Facebook-status eftir fyrrverandi borgarfulltrúa Samfylkingarinnar og segir: haha, náðu ykkur. Hvernig væri bara að vera svolítið á jörðinni gamaldags og viðurkenna það að í aðdraganda kosninga kosningastefnuskrá líklega bara besta plaggið til þess að fullera afið á hvort einhver hafi verið haldið fram. Nú eða öll viðtölin sem ég fór í, eða umræðuþættirnar kvöldi fyrir kjördag. Þetta var alltaf nákvæmlega á sama hátt. Til þess að fá heilbrigðan húsnæðismarkað þá þarf að tryggja visst hlutfall leigu- og búseturéttaríbúða. Við settum okkur það markmið að það færu 2500 til 3000 leigu- og búseturéttaríbúðir á stað á næstu 3 til 5 árum. Í samstarfi við hverja? Bara borgina? Ætlaði borgin að byggja þetta? Nei, það var einmitt tiltekið að þetta væri stúdentar, að þetta væri búseti og helst mætti bæta við fleiri, eins og núna hefur gerst með ASÍ, sem frábært. Og erum við þá ekki að gera það sem við ætlum að segja? Sögðum? Jú, nákvæmlega.
Hins vegar þá reyndi Sjálfstæðisflokkurinn á sínum tíma skrumskela það sem við varum að segja og hélt því fram að vera eitthvað allt annað, að við ætlum að byggja þetta með peningum borgarsjóði. Það var bull og það var leiðrétt margoft þá, en kemur núna aftur 2 árum síðar og ætlar aftur að bjóða upp á sama bull, þó í 2 ár hafi verið unnið eftir hinu planinu. Ég ætla ekki að útiloka að þið finnið einhvern annan Facebook-status hjá einhverjum öðrum sem hafi misskilið eitthvað, en það er ekki mikil gögn í málinu. Það er borgarstjóri lokið við það að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, þetta var mjög fyndið, Facebook-status og allt það. Ég var einfaldlega að svara þeirri fullyrðingu borgarstjóra í hans ræðu að það sem hann fullyrti að voru bara sjálfstæðismenn sem að misskildu þennan málflutning Samfylkingarinnar í kosningabaráttunni. Og já, þetta var kannski Facebook-status, ég held við vitum öll að hann er nú ekki, það er ekki eins og það sé eitthvað óopinbert fyrirtæki eins og lífið funkar í dag. Og mér finnst bara með fullri virðingu það vera ágætt dæmi að fyrrverandi borgarfulltrúi Samfylkingarinnar var greinilega líka að misskilja kosningaloforð Samfylkingarinnar. Mér finnst það bara ágætisrök, það má hafa gaman að því bara eins mikið og þið viljið. Ég er bara ósammála að sé eitthvað sérstaklega fyndið. Og það er alveg rétt, umræðan fer út úr suður í kosningum og það er alveg hárrétt. Það er alveg rétt að umræðan var þá sem eru tekjuminni, hvernig Reykjavík ætlaði að borga það bil, hvernig Reykjavík ætlaði að hjálpa, hvernig Reykjavík ætlaði að gera alls konar hluti. Og það er samt hins vegar þannig að því var haldið fram í greinum, í umræðum alls konar, þar sem þessu var haldið á lofti, því er ekki að neita, en hitt skal ég gefa borgarstjóra sem er hárrétt, að í umræðuþáttunum kvöldi fyrir kjördag þá talaði hann skýrt þetta. Í fyrsta skipti í þær 6 vikur eða svo sem kosningabaráttan var. Það er rétt hjá honum. Og þá einmitt man ég að ég sat heima og horfði á sjónvarpið og sagði, já, ok, þannig að núna loksins er komið eitthvað skýrt hvernig þetta á að vera. Og þá man ég að ég hugsaði og tvítaði það með þess að líka og þess vegna man ég það ok, þannig að kosningaloforð Samfylkingarinnar var þá aldrei neitt annað en að eins og lofaði að halda áfram Reykjastrætó. Því að það er ekki fyrir kvöldi fyrir kjördag þar sem að borgarstjóri var skýr með þetta kosningaloforð. Það er rétt hjá hann. Hitt er þannig að þið verðið bara að viðurkenna það. Að kosningaloforðin ykkar voru svo loðin og þið voru svo tvíbent að meira segja fyrrverandi borgarfulltrúi Samfylkingarinnar misskildi það. Það var borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir, lokið við það að svara ansvari, þá veitir ansvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú bara þakka borgarfulltrúnum drengskapinn að rifja þetta upp, að þetta var okkar málflutningur fyrir kosningar, en það var ekki bara þannig kvöldi fyrir kjördag, heldur í öllum umræðum húsnæðismálin, vegna þess að þetta byggði á áætlun, þetta byggði á plani sem hafði líka verið farið yfir í borgarráðið þá veturinn. Þetta var nefnilega niðurstaðan af því sem skynsamlegast væri að gera samkvæmt húsnæðisstefnu borgarinnar. Og þetta er búið að vera greinilega á hreinu hjá borgarfulltrúi Hildi Sverrisdóttur núna í 2 ár. Við skulum bara vona að það haldi áfram að vera á hreinu þannig. Vegna þess að þannig er umræðan best þegar það er ekki verið að reyna að þyrla upp einhverju ríkjum eitthvað annað og láta okkur svara fyrir það að vera að svíkja eitthvað sem við settum aldrei fram sem okkar kosningaloforð. Þá er borgarstjóri lokið við það að veita ansvar öðru sinni, þá telst ansvörin lokið og þá er borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson næstur á mælendaskrá. Frú forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þetta er svolítið undarlegt að þessi umræða í þessi stað núna, að það sé verið að þyrla þessu upp núna aftur og aftur og aftur þegar að þetta var svo skýrt og ég fekk ekki klára það sem ég ætlaði að segja hér grein mína og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir gat þá bætt aðeins inn í og túlkað meira það sem ég var að segja áðan og svo framvegis. Ofanulega við það sem var verið að reyna að oftúlka úr greininu góðu sem var skrifuð og birtist í byrjun maí, mánuði fyrir kjördag og ég var nú bara að rifja upp þessa grein og þetta er bara eins og borgarfulltrúi Áslaug María Sófusdóttir kom inn á áðan, mjög góð grein og þar eru þið kæru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins bara í
einhverjum kjánulegum leik að túlka greinina sem einhvern sósíalisma og tróða sem einhvern sannleiki því að borgin ætlaði að fara með gröfur af stað og reisa sjálf 83.000 íbúðir. Við tölum að stokka upp staðnað kerfi þar sem séreignarrétturinn ofar öllu. Það var kerfisbyltingin. Ég veit að byltingar og bylting er ljótt orð og hættulegt í hugum margra sjálfstæðismanna. En hérna erum við bara að tala um það að fjölga leiðum, að hér séu fleiri möguleikar í boði. Og ég veit ekki hvort ég að lesa greinina, hún er mjög stutt. Ég ætla að gera það. Með leyfi forseta. Reykjavíks heimili eru öllum stærðum og gerðum. Sumir vilja leigja á meðan aðrir vilja eiga. En allir þurfa þak yfir höfuðið. Stjórnvöld hafa hingað til lagt ofur áherslu á að allir eigi húsnæði. Snúa þarf frá þeirri stefnu og byggja upp almennan leigumarkað sem valkost fyrir alla. Þess vegna ætlar Samfylkingin að beita sér fyrir því að leigu- og búsetaríbúðum í Reykjavík fjölgi 2.500 til 3.000 á næstu árum. Áður fyrir var leiguhúsnæði skammtímalausn, úrræði fyrir tekjulægstu fjölskyldunar og það sem þyrftu á félagslegri aðstoð að halda. Félagslegar leiguíbúðir verða áfram til staðar fyrir þennan hóp. Nú hins vegar einnig mikil eftirspurn eftir almennu leiguhúsnæði. Það sýnir mikil hækkun á leiguverði og niðurstöður rannsókna sem Reykjavíkurborg hefur látið vinna. Niðurstöðurnar sýna líka að fólk lítur ekki á leigu sem tímabundið úrræði, heldur getur það hugsað sér að búa í leiguhúsnæði til lengri tíma. Hér á landi hefur almenni leigumarkaðurinn aldrei virkað sem skyldi og þess vegna viljum við taka þátt í að umbylta honum. Þarna er hættulegt orð greinilega, umbylta. Leigjendur þurfa að eiga val á milli ólíkra íbúða á mismunandi stöðum í borginni. Síðast en ekki síst þá þurfa þeir stöðuleika svo þeir geti gert langtímasamning. Borgin á að koma uppbyggingu leigufélaga sem starfa á almennu markaði til að tryggja skjóta uppbyggingu á leiguíbúðum. Einkaframtaki eitt og sér hefur ekki ráðið við verkefnið. Reynslan síðustu ár hefur kennt okkur það. Þetta er örugglega eitthvað hættulegt líka. Það má túlka að borgin ætla að fjárfesta í gröfum fara að byggja. Hérna er við að tala um samstarfi. Sósíalisminn er stórhættulegur. Það er þó ekki þannig að Reykjavíkurborg ætla að niðurgreiða leiguna eða leigja út íbúðir líkt og meðframbjóðendur okkar til borgarstjórnar hafa reynt að tælja fólki í trúum. Þannig að við erum aftur á móti reiðubúin til að beita afli borgarinn til að stokka upp staðnað kerfi einkaframtaksins. Það má þetta ekki hallmæla einkaframtakinu og leita fjölbreytna lausna. Framlag Reykjavíkur verður fyrst og fremst í að leggja fram lóðir, bara svo verið hefur og hefur verið gert. Gegn hlut í leigufélögum sem ætla að starfa til langtíma en eru ekki á eftir stundargróða. Þar skiptir miklu máli gott samstarf á kjörtímabilinu sem er að líða við lífeyrissjóði og samvinnufélög. Ásamt nýju og góð aðskipulagi sem opnar á uppbyggingu leiguíbúða á heppilegum stöðum. Þá fer þetta að vera búið. Eitt af forgangsmálum Reykjavíkur á næsta kjörtímabili eru húsnæðismálin og uppbygging almenns leigumarkaðar. Samfylkingin hefur lagt fram raunhæfa áætlun að fjölga leigu- og búsetaríbúðum allt að 3.000. Þess vegna er mikilvægt að Samfylkingin fái sterkt umboð til að fara fyrir stjórn borgarinnar á komandi árum. Mér finnst þetta ekkert eitthvað óljóst. Þó að þið finnið þörf fyrir að tala um þetta aftur, þá held ég að þetta sé nokkuð ljóst. Ég sem frambjóðandi tók virkan þátt í kosningabaráttunni, hitti fullt af fólki og greinilega hitti ég ekki sömu kjónstjóra þið hittuð. Komið til ljós að þeir voru ansi fáir, svona miðað við söguna. Og ég held að kannski það sé punkturinn að þið eru ennþá fúl yfir því að hafa tapað þessum kosningum og Sjálfstæðisflokkurinn fekk sína verstu sögulegu niðurstöðu í borginni. Og það var svolítið leiðilegt fyrir ykkur
En stefnan er þetta mjög skýr og við erum að vinna eftir henni. Þá hefur borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson lokið máli sínu. Forseti vill biðja borgarfulltrúa að sýna virðingu, ekki kalla eða fólk stendur hér í pontu og er að tala. Ræðum einelti. Þá hefur borgarfulltrúi Halldór Halldórsson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það er vissulega rétt. Já, borgarfulltrúa Magnúsi Má, auðvitað eru við fúlir við því að hafa ekki náð betri árangur í kosningunum. Það er engin, maður fyrir náttúrulega ekki að leyna því, við höfum aldrei leynt því, við viljum auðvitað ná góðum árangur í kosningum, en það er ekki ástæðan fyrir að við erum að ræða þetta hérna. Það var ekki það gerðist ekki hérna áðan að ég allt í henni yrði svona rosalega fúll yfir kosningum fyrir 2 árum og ég ryki hér upp í ræðustól og fær að tala um þessi mál. Ég bara var að hlusta á ykkur, kæru borgarfulltrúar, og þá kemur bara enn og aftur upp í hugan á mér þegar ég hóf þessu umræðu fyrir mitt leyti. Hvað þetta er búið að vera rosalega lélegur árangur í því að standa við þetta kosningalofur sem að gekk út á það að niðurgreiða leigu, sem að gekk út á það og ég ætla að fá að vitna hérna í stefna okkar í Reykjavík, samþykkt á Reykjavíkurþingi 5. apríl 2014, Samfylkingunni. Þar segir með leyfi forseta: allir þurfa að þak yfir höfuðið, byggja þar upp almennan leigumarkað og búseturétt sem öruggan valkost fyrir alla. Þess vegna ætlum við að fjölga leigu- og búseturéttaríbúðum 2.500–3.000 á næstu árum. Nú eru þið búin að, og svo segir ýmislegt fleira, tryggja íbúðirnar hendi barnafjölskyldum, vinna blöndun hverfa og allt það. Vinna því að íbúðirnar verða á viðráðanlegu verði. Já, ekki hafið þið gert það til dæmis með því að tryggja aukið lóðaframboð, ekki hafið þið gert það með því að leita leiða til þess að lækka lóðaverð, enda trúið við því ekki að það hafi áhrif á verð. Verð er að hækka allir rosalega í borginni. En það er ekki skrítið þó að við skiljum þetta þannig að þið hafið ætlað að fjölga leigu- og búseturéttar íbúðum 2.500–3.000 næsta árum. Það hreinlega stendur hérna og í svo mörgum plöggum. Við getum auðvitað endalaust hártogað þetta, en þetta var okkar skilningur. Þá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið við það að veita andsvar. Þá er andsvörum lokið og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það hefur verið fróðlegt að fylgjast með þessari umræðu húsnæðismál ungs fólks og lóðaframboð í Reykjavík. Auðvitað er það þannig, og ég held að flestir hafi skilið málflutning frambjóðenda Samfylkingarinnar þannig í síðustu kosningum, að borgin ætlaði sjálfa að lyfta grettistaki í þessum málum. Og það er svo nægur tími til að fara yfir það. En hver er staðan í þessum málum? Hún er einfaldlega ekki nógu góð. Við sjáum það að lengi vel þá gat Reykjavík stært sig af því að það væri nægt lóðaframboð og húsnæðisverð var þá fremur lágt að minnsta kosti við það sem síðar varð. Og það er auðvitað ekkert auðvelt að kannski stýra í þannig að sjá til þess að það sé alltaf nægt lóðaframboð. Við sjáum að byggingarsaga Íslands síðustu 100 árin er mjög sérstök. Landið var mjög dreifbýlt þar síðustu aldamót. Það hófst mikil þéttbýlisþróun, kapítalískir atvinnuhættir ruddu sér til rúms og svo framvegis. Og á örfáum áratugum þá breyttist þjóðfélagið úr því að vera nánast frumstætt landbúnaðarsamfélag í það að vera borgaralegt samfélag. Og það tóku auðvitað í og það var sama hvað bæjarfulltrúar í Reykjavík og embættismenn gerðu margar áætlanir. Það var allt töluvert meira aðflutninga til borgarinnar heldur en spáð hafði verið. Og þannig oft komið tímabil þar sem húsnæðis var mjög hátt og menn sá að það var vegna þess að það var skortur á lóðum. Það tókst ekki að byggja nógu margar íbúðir svo framvegis. Og þannig var ástandið til dæmis í kringum 1980. Þá var lóðaskortur í Reykjavík hafði reynda verið þá langvarandi.
Sjálfstæðisflokkurinn sem komst til valda náður hreinu meirihluta árið 1982, hann ákvað að lyfta grettistaki í þessum málum og tryggja nægt lóðaframboð. Og ekki þar fyrir utan að það var ekki trein kapítalísk leið, þetta var eins og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi sagði ágætlega áðan, þetta var blöndu leið, einstaklingsframtaks og opinbera afskipta. En borgarstjórnin bar gæfu til þess eftir 1982 að á sama tíma og miklum fjármunum var reyndar veitt í að byggja upp félagslega húsnæðiskerfi í Reykjavík og reyndar voru þau 2 ef ekki 3 á tímabili, þau kerfi, að það var mikil áhersla lögð á að tryggja lóðir við vægu verði og örva þannig einstaklingana sjálfa til athafna. Þegar þessari stefnu var hrint í framkvæmd, stóru hluta árið 1983, þá var því spáð mjög illa af vinstrimönnum. Vinstrimenn höfðu enga trú á þessari leið, þeir komið mikla hrakspár, þeir sögðu að íhaldið var að fara í alveg hrikalega offjárfestingu í nýjum íbúðahverfum og menn myndu sitja uppi með lóðir eða svokallaðan lóðabanka. Þá var banki ekkert hrósirði þá frekar en nú og þessar spáð mjög illa. En 1983, 84, 85 þá voru margar lóðir settar í umferð, svo má segja. Grafvegurinn byggður upp, en nota bene það var líka farið í metnaðarfull þéttingarverkefni í eldri hlutum borgarinnar. En menn sáu það þegar menn fóru í þéttingarverkefnin góðu heilli, því að þétting byggðar sjálfsög mjög góð eins og hygg að flestir séu sammála það sáu menn það að lóðir í eldri hverfum voru mjög eftirsóttar og urðu frekar dýrar. Þannig það var ekki af hvers manns færi að það var auðvitað mjög erfitt að útdeila þeim, til dæmis eins og í Stigahlíð, það var bara farin uppboðsleiðin og það var kannski ekki af hvers manns færi að eigna þær lóðir sem voru mjög eftirsóttar, en á sama tíma hins vegar, og þær slíkar lóðir voru seldar háu verði eða boðnar upp, þá var nægt framboð af ódýrum lóðum í útjaðri Reykjavíkur, í Grafarvoginum, þessu frábæra hverfi. Þannig tókst að tryggja einstaklingum ódýrar íbúðir í stórum stíl. Og sá sem hér stendur var einn af þeim sem fjárfesti íbúðu þarna á þessum tíma, þessum áratug. Ég gerði það að gamni mínu fyrir svona ári að ég reiknaði upp verð á lóðum, einingahúsum í Foldahverfi þessum tíma. Íbúðar, einbýlishús sem verktaki seldi. Þetta var ekki, sumir fóru þá leið því að sumir fóru þá leið til að gera það allra ódýrst að þeir bara keyptu lóðina sjálfur og byggðu bara sjálfur með aðstoð vina og vandamanna. En þarna var verktaki sem var bara auglýsa lóð til sölu og þessi hús voru byggð og hafa staðist vel tímans tönn, þolað alla jarðskjálfta og allt slíkt. Og þessi hús, ódýrasta húsið af þessum, ég reiknaði þetta upp til núvirðis samkvæmt byggingavísitölu og ódýrasta húsið kosta að núvirði svona rúmar 26 milljónir króna. 26 milljónir króna, kæru borgarfulltrúar. Og þetta var hægt að fá á ákveðnum greiðslukjörum. Þetta var ekki einu sinni staðgreiðsla sem þarna var að ræða. Og þetta var minnsta húsið, þetta var samt einbýlishús, svo voru þarna fleiri einbýlishús með bílskúr og þetta var svona frá bilinu frá 26 milljónum upp í kannski 33 milljónir að núvirði. Ég hræddur að fyrir þessar 26 milljónir þá myndi maður ekki eins og fá kjallaríbúð í Vesturbænum í dag. En þetta staðan, bara þessar gömlu tölur, það sýna okkur hvað hægt var að gera þegar að var við völd. Borgarstjórn, það sem menn kunna að stjórna, var vinveitt ungu fólki sem vildi komast í eigið húsnæði sem fyrst. Auðvitað, það var mikið byggt upp af félagslegu húsnæði í Reykjavík á þessum tíma, ekki síst í Grafarvogi. En þarna höfðu menn val og mjög margir sem bara stemdu að því, voru í vinnu og annað. Þeir gátu keypt sér húsnæði sjálfir, orðið eignafólk með því. Margir af þeir sem keyptu sér einbýlishús þarna þessum tíma, þeir eru kannski að ljúka starfsævinni núna og eiga kannski tvöfaldan lífeyrissjóð, annars vegar venjulega lífeyrissjóðinn sem hafa borgað í
og hins vegar lífeyrissjóð í skuldlausu einbýlishúsi sem er ekki slæmt. Þeir eru kannski þessar mundir að minnka við sig og fara í þjónustíbúð eða eitthvað slíkt. Þarna tel ég að mönnum hafi tekist að búa til mjög gott húsnæðiskerfi að ógleymdu samstarfi við ríkið uppbyggingu félagslega kerfisins, en þarna tókst okkur að tryggja, þannig að tókst sjálfstæðismönnum sem réðu þarna að tryggja að það var auðvelt að eignast, það gat varla orðið auðveldara að eignast íbúð heldur en þarna var, vegna þess að lóðaverðið sem það þarf að borga upp front, eins og menn segja, að það var þetta lágt. Þetta fór hins vegar í taugarnar á mörgum vinstrimönnum sem kannski gátu ekki þolað að hrakspár þeirra að þennan lóðabanka skyldi ekki standast. Það var mikil og svona þegar það var búið að komast yfir mesta kúfinn, þá var mikil og jöfn eftirspurn eftir lóðum í borginni og auðvitað má segja að menn hefur kannski mátt leggja ennþá meiri áherslu á þéttingu byggðar en þeir gerðu, en mér finnst það svo sem alltaf að það yrðu alltaf dýrari íbúðir. En síðan komust vinstrimenn til valda og fóru að setja mark sitt á húsnæðisstefnu í Reykjavík og skipulögðu rauninni góð hverfi. Þeir undir þeirra stjórn voru held ég að minnst deiliskipulag samþykkt fyrir seinni hluta Grafarvogsbyggðarinnar og fyrir Grafarholtið, Úlfarsárdalinn, Norðlingaholt. Þannig að það var haldið áfram aðeins að þenja út byggðina og var sjálfur samstæðan það í borgarstjórn á þeim tíma. En þá bara svo við að kerfinu var breytt og það var fara að bjóða, það var framkallaður lóðaskortur og fara að bjóða upp lóðir og þetta spennti upp lóðaverðið. Og ég held að það hefði verið mjög skaðlegt fyrir markaðinn eða mjög skaðlegt fyrir ungt fólk sem gat á tímabili komist mjög ódýrt í íbúðir eins og sá sem hér stendur. En á nokkrum árum var þetta bara nánast ókleifur múr fyrir venjulegt fólk. Á mínum sokkabandsárun þá var algengt að fólk í háskóla fjárfesti í íbúðarhúsnæði og jafnvel fólk í menntaskóla var alveg dæmi það, ég man alveg eftir því að voru dæmi það að menntaskólakrakkar var að fjárfesti sinni fyrstu íbúð, þetta var þó dýrt. Ég man eftir því að margir vinir mínir sem fóru erlendis í nám, þeir kannski tóku hluta háskólanáminu hér heima, fjárfesti íbúð, settu síðan íbúðana í leigu meðan þeir fóru til útlanda og bættu við sig og þá beið íbúðin eftir þeim. Og ég er alveg viss það að þetta var eitt af því sem togaði fólk aftur til Íslands. Það var að það beið íbúð eftir fólkinu. Fólk sem var kannski í námi í Kaupmannahöfn, Bretlandi, Bandaríkjunum, Frakklandi, einhvers staðar, Þýskalandi. Það kannski lauknámi þar, það sá fram á að það gat fengið atvinnu þar, það gat bara flutt frá Íslandi alveg fólk út eða sem sagt flutt frá Íslandi og orðið bara búið erlendis. En ég fann alveg þegar þetta fólk var að vega og meta hvort það ætti að setjast að erlendis eða koma heim til Íslands, þá vóg það þungt á metunum að þeir sem áttu íbúði að vissu að gætu keyptir íbúðir ódýrar, því íbúðaverð var það ódýrar á Íslandi en erlendis, að þetta verið það sem togaði fólk aftur til Íslands. Og ég tel að það skipti miklu máli að vera með slíka húsnæðisstefnu Reykjavík, vera með svona vinveittar stefnu sem auðveldar ungu fólk að eignast húsnæði. Og við getum það vegna þess að Reykjavík er í rauninni alveg rík af lóðum. Við getum það, góðir borgarfulltrúar. Við getum það rauninni með því að fara að bjóða upp á lóðir ódýrar í útjaðri borgarinnar. Við erum kortið búin að skipuleggja svæði eins og í Úlfarsárdal að gera nýta það. Það er kannski eina hverfið í borginni sem beinlínis biður að vera stækkað og biður þéttingu byggðar. Eftir sem áður held ég að við þurfum alveg á öllum okkar þéttingarritum að halda. Við sjáum það bara núna, við hefum séð á nýlegum dæmi skipulagssvæði, það er ekkert auðvelt að þétta byggð. Það þarf að fara mjög varlega í þessu, það þarf að vinna þetta mjög vel, þetta tekur langan tíma, það þarf að bregðast við mótmælum íbúa og annað, nýlegt dæmi bara Hálfdískverfi. Við sjáum þetta gengur hægt, en þetta gerir samt jafnt og þétt, en við sjáum það líka að það eru íbúðir sem koma inn, við sjáum, ég hygg að þannig séð með íbúðirna sem kom inn á útvarpsrúfreittunum, sem við kalla hann,
eða lýsisreitnum eða héðinsreitnum þar sem lóður eru að detta inn og verða á frjálsum markaði, að þær verða töluvert dýrar og þær svara ekki þeirri eftirspurn sem æskilegt að sé svarað á næstu árum. Þess vegna eigum við að breyta húsnæðisstefnu borgarinnar til samræmis við það sem var hér þegar að Sjálfstæðisflokkurinn stjórnaði húsnæðisstefnu borgarinnar. Það er margt ágætt í núverandi stefnu, það er ekki það, en það má bara bæta þessa stefnu með því að leggja áherslu á það að tryggja ungu fólki og bara hverjum sem ódýrar lóðir, hvort sem fólki vill byggja sjálft, sumir vilja byggja sjálfur, eða hvort að menn vilja kaupa byggingarfélögum eða verktökum eitthvað slíkt. Verktakar sem töluðu við mig daginn hafa örugglega talað við fleiri borgarfulltrúa sem segja að það vanti lóður undir fjölbýlishús í Reykjavík. Nú, við sjáum það myndalegt hús sem stúdentar eru að reisa hér, Félagsstofnun stúdenta eru að reisa hér austur í bæ. Þar erum við að sjá, þetta 100 íbúðir og ég held að húsið kosti kringum 1,5 milljarð. Þetta eru litlar íbúðir en þetta eru 15 milljónir per íbúð. Þarna sjáum við bara hvað hægt að gera. Skaffa ódýrar íbúðir ef að byggingarfélagi sem byggir fær lóðina ódýrt og ef menn eru hræddir við okkur verktaka þá er þetta hægt að binda það í samninga þegar við útlöndum lóðum, því að það er hægt að binda það í samninga eitthvað slíkt eða bjóða út lóðina með þeim hætti að íbúðirnar verði góðar en það verði líka ódýrar. Þannig að það er ekkert að segja, það var hægt að binda það í slíkt útboð að íbúðir í viðkomandi húsi eru ákveðnu verði. En þetta sem ég vildi að sagt hafa, ég held að hér verða að vera breyting á húsnæðisstefnunni í Reykjavík. Man tekur sárt að sjá hvað margt ungt fólk, jafnvel á lágum tekjum, hefur það ekki nógu gott vegna þess að það er að borga allt og háa leigu eða er að reisa sér hurðarás öxl við að kaupa íbúðir á markaðsvirði og nánast ræður ekki við það. Og þetta er afleiðingin af rangri stefnu Samfylkingarinnar og annarra vinstrimanna í húsnæðismálum síðustu 15 árin eða svo, og 15-20 árin eða svo, og það verður að binda enda á þessa stefnu. Við getum auðvitað trasa hérna hverju var lofað í síðustu kosningum, en aðalatriðið er auðvitað það að menn sjáu að sér og breyti stefnunni til hins betra, þannig að það getur ekki allir, auðvitað viljum við hjálpa fólki sem getur ekki keypt íbúðir sjálft, en við getum ekki gert alla að leiguliðum, síður en svo. Þess vegna þurfum við líka að gefa einstaklingunum gott svigrúm til athafna með því að skaffa lóðir á lágu verði. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá er einn borgarfulltrúi eftir á þessu löngu mælendaskrá og það er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, þetta er búið að vera ágætis umræða, hún hefur reyndar farið út víðan völl og kannski ekki alveg fjallað eingöngu unga fólkið. En þess vegna ætla ég að segja hvað ég hugsaði þegar ég heyrði þarna stóra kosningaloforðið varðandi 2.500 til 3.500 íbúðirnar. Mér fannst það í rauninni vera svolítið auglýst eins og borgarfulltrúar Samfylkingarinnar væru hér í ykkur smíðasvundum á næstu 4 árin að byggja hús. En ég skildi það ekkert endilega þannig. Ég skildi það frekar þannig að á síðasta kjörtímabili var tekið svo meðvitað ákvörðun það að fjölga ekki félagslegum leiguíbúðum, heldur fækka þeim. Þannig að frá árinu 2009 og 10 fækkaði félagslegum leiguíbúðum það mikið, því að það stóð alltaf heimasíðu Félagsbústaða að stefnan væri að fjölga 100 á ári, að ég hugsaði sem svo, þeim hefur verið fækkað svo svakalega, þannig að 500 íbúðirnar eiga greinilega að fara í það að fjölga félagslegum leiguíbúðum á þessu kjörtímabili sem að vantaði að fjölga þeim á síðasta. Því að eins og við vitum að þá var það ekki fyrr en í október á síðasta ári sem borgin átti loksins jafnmarga félagslega leiguíbúðir og borgin átti 2009 og 2010 og hitt hugsaði ég, svo verður væntanlega 1000 íbúðirnar, það verða
úthlutaðar lóðir til námsmanna sem eru búin að vera að óska eftir lóðum mjög lengi. Þannig ég hugsaði, eflaust er þetta hugsað þannig að 1500 af þessum 2500 til 3000 var vanrækslan á að fjölga félagslegu leiguhúsnæði 500 á síðasta kjörtímabili og að úthluta ekki lóðum til stúdenta. En ég hef sagt það áður og ég get svo sem sagt það aftur hér, að borgarstjóri, hann sagði að minnsta kosti á húsnæðis ráðstefnunni 2014 hvernig hann telur í rauninni 2400 af þessum íbúðum og það 500 félagslegar íbúðir, það svona það bil það sem var vanrækt á síðasta kjörtímabili, lóðir fyrir stúdenta 1100, það svona það sem að svona lágu í augum uppi í kosningaloforðinu, 451 ný búsetu eða íbúð til búseta og við vitum það að það talið inn í 200 rúmlega 200 sem að búseti keyptar eigin fasteignafélagi. Síðan 280 eða lóðir fyrir 280 íbúðir aldraðra, 28 íbúðir fyrir búsetuúrræði fyrir fatlað fólk og síðan 50 til Brynjuhúsi Öryrkjabandalagsins. Þetta var talið upp á húsnæðisráðstefnunni þarna haustið 2014 og ég hef svo sem þuluð upp áður hér á borgarstjórnarfundi og borgarstjóri tekið undir það. En ég ætla nú ekki að gera þetta lengra máli, heldur fjalla í rauninni aðeins meira unga fólkið í borginni. Eins og við vitum sem að höfum aðeins kynnt okkur þetta frumvarp til þessara almennu félagslegu leiguíbúða sem var samþykkt á Alþingi í dag, að þá auðvitað verið að breyta kerfinu sem var og við þekktum niðurgreiddir vextir sem hafa verið frá aldamótum í svokallaða stofnstyrki þar sem að ríkið leggur fram 18% og sveitarfélögin 12%. Það gert ráð fyrir því að það verði fjölgað þessar 2300 íbúðir á næstu 4 árum sem var í rauninni hluti af kjarasamningsviðræðum við aðila vinnumarkaðarins síðasta haust og eins og við vitum að það falla í rauninni undir þá lög allt félagslega kerfið hvað sem á landinu og við vitum að það vantar 700 íbúðir í Reykjavík og það að segja félagslega leiguíbúðir og það eru auðvitað félagslega leiguíbúðir sem vantar annars staðar á landinu. Það falla líka undir í rauninni stúdentaíbúðirnar og síðan þá ASÍ-íbúðirnar sem þá rétt fyrir fólk sem rétt yfir þessum tekju- og eignamörkum sem hafa verið skilgreint hér áður. Þannig ef við horfum bara á þessar 2300 íbúðir sem gert ráð fyrir að fjölga að þá dugar þetta ekki einu sinni fyrir almennu félagslegu leiguíbúðunum sem vantar í Reykjavík, stúdentaíbúðunum og átaki ASÍ-átakinu. Þannig að þetta bara brot á því, þannig að við sjáum það ekki mikið eftir þarna fyrir unga fólkið. Það í rauninni ekki neitt. Nema þegar þetta eiga að vera stúdentaíbúðir eða félagslegar íbúðir eða kannski fyrir ykkur hluti af þessum ASÍ-íbúðum. En það þarf auðvitað meira og þetta góð byrjun. Það sem við verðum líka að hafa í huga að miðað við fjárframlögin sem eiga að vera notað í þessa íbúði næstu árin, að þá þurfum við að finna leiðir hér í Reykjavík hvernig hægt að lækka byggingakostnaðinn enn frekar og þar með lóðaverðið. Vegna þess að miðað við stofnframlög upp á 1,5 milljarð á ári og það eiga að vera gert ráð fyrir því að það séu þá 400 slíkar íbúðir á þessu ári sem á að nota þetta í, að þá má í rauninni meðal íbúðaverðið ekki vera yfir 21 milljón. Þannig að borgin þarf í rauninni þá að finna leiðir hvernig hægt að lækka þennan kostnað og ríkið búið að gera sitt. Það búið að endurskoða byggingarreglugerðina og það verið endurskoða núna skipulagslögin og mannvirkjalögin til þess að reyna að einfalda kerfið. En lóðaverðið hátt og við erum búin að rekja það hér í dag og borgarstjóri búin að fara yfir það sem að borgin ætlast sér að úthluta bæði til ASÍ og síðan stúdenta. En við erum ennþá ekki búin að finna neinar lóðir eða allavega mjög fáar lóðir fyrir unga fólkið sem að koma úr námi eða sem ekki að fara í neitt nám og fyrir beint af vinnumarkaðinn.
við erum í rauninni ekkert að gera fyrir þann hóp. Og því þurfum við að skoða hvort að við ætlum að úthluta lóðum til þessara aðila eða til félaga, ef það væri nú félag sem hefðu áhuga á því að byggja upp íbúðir fyrir ungt fólk. Og mér minnir ég hafi nú lesið það að Garðabær sé að skoða slíkt, að úthluta lóðum til þess að byggja slíkar íbúðir. Ég man nú ekki, mér minnir að ég hafi séð þetta einhvers staðar. En ég legg til og ítreka það sem ég sagði áðan að við þurfum að leggja höfuðið í bleyti og hugsa hvað við ætlum að gera. Stúdentaíbúðirnar eru ekki nóg, það er ekki nóg að úthluta bara lóðum til búseta, það eru margir félagsmenn hjá búseta og erfitt að komast þar að sér nýr félagsmaður, þannig að þetta er ekkert, lóðirnar þar fara ekki, íbúðirnar þar fara ekki til þessu hóps nema hann hafi verið skráður í félagi fyrir löngu síðan. Og ASÍ íbúðirnar, þær eru ekki að fara að bjarga nema brotabrott. Þannig hvað ætlum við að gera fyrir unga fólki í Reykjavík svo það flykkist ekki í nágrannasveitarfélögin? Ég átta mig alveg á því að borgin getur ekki gert allt. Vextir eru hér háir, alltaf háir og ríkið þarf líka að koma að hlutunum en við í borginni, við getum gert betur, miklu betur. Þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu, þá ekki fleiri kvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við förum í 6. mál á útsendir